heldur þú að við getum keypt mikið fyrir 161 krónur? Velkomin í þáttinn. Þér leikur greinilega mikið á hjarta. Já, heldur betur. Ég bara skil ekki hvernig einhver getur lifað á 161 krónu á dag. Hvað þá er viðkomandi á börn, þarf að kaupa föt, borga húsnæði og fara til læknis og... Þú getur ekki einu sinni keypt þér 1 lítra súrmjólk fyrir þennan pening. Já, þú meinar. En af hverju ertu með þessa tölu í huga? Þetta er upphæðin sem skilgreinir sárafátækt. Það þýðir að fólk þarf að lifa af minna en 161 krónu á dag. Já, akkurat. Þetta er mjög lág upphæð. Og fyrir 2 árum bjuggu 639 milljónir manna í heiminum við sárafátækt. Þessu þarf að breyta. Fátækt hefur alltaf verið til og það er ekkert hægt að breyta því. Og þess vegna ætla ég bara að passa mig að ég verð ekki fátækt. Já, það er alveg rétt. Fátækt hefur alltaf verið til, en hún er ekki náttúrulögmál. Og við getum breytt þessu. Við höfum verið þess að gert það. Árið 1970 bjuggu 50% heimsins við sárafátækt. Árið 1990 hafði hlutfallið minnkað niður í 36%. En Sameinuðu þjóðirnar setti sér markmið að minnka sárafátækt í heiminum helming á árunum 1990 til 2015. Og það tókst. 5 árum á undan áætlun. Árið 2011 bjuggu 14% við sárafátækt. Og við héldum áfram. 2015 voru 10% sárafátækt. Og árið 2019 voru aðeins 8,2% heimsins sárafátækt. Mjög gott. Alveg frábær árangur. Og við ætlum að stefna því að þessi lína verði komin niður í 0% hér árið 2030. En það er komið smá babb í bátinn. Nú? Já, nú lítur út fyrir að kórónuveiran muni ýta 71 milljón manns aftur niður í sárafátækt á árinu 2020. Það yrði í fyrsta sinn sem sárafátækt eykst í heiminum í meira en 20 ár, svo við verðum öll að hjálpast að. En hvernig? Það góða við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er að þau tengjast og styðja hvert annað. Ef við vinnum til dæmis í markmiði 4 að mennta alla, þá mun fátækt minnka. Og ef við náum markmiði 8 og markmiði 9, þá mun fátækt líka minnka. Einmitt. Og ef okkur tekst þetta meiri pening í opinbert heilbrigðiskerfi fyrir alla í heiminum, þá styðjum við markmið 2, 3, 6 og 17. Og ef okkur tekst að útvega öllum í heiminum internettengingu, þá styðjum við markmið 1, 4, 8 og 9. Nákvæmlega. Svona eru heimsmarkmiðin í rauninni leiðarvísir sem hjálpar okkur að ná svona stórum markmiðum eins og að enda fátækt í heiminum. En Aron, hefur þú hugsað út í það að einu sinni lifðu margir á Íslandi í sárafátækt? Ha? Býtu í alvöru? Og núna eru 10% Íslendinga sem búa undir innlendum fátæktarviðmiðum og því þarf að breyta. En þarna í gamla daga bjuggum við á Íslandi við sárafátækt og við þurftum aðstoð til að komast upp úr henni. Uppáhaldssagfræðingurinn okkar ætlar að segja okkur aðeins frá því. Velkomin Guðni. Þakka þér kærlega fyrir. Getur þú sagt mér hvenær við Íslendingar höfum fengið hjálp til að komast upp úr fátækt? Já, þetta er nú dálítið stór spurning, sko. Ég myndi kannski horfa aftur í aldir, eftir móðuharðindin miklu undir lok 18. aldar. Þá fengum við aðstoð frá Dönum, því að þá vorum við undir veldi Danakonungs. Hvað meira var hægt að telja? Eftir seinni heimsstyrjöld fengum við Marshall aðstoðina svo kölluðu sem hjálpaði okkur að styrkja hér efnahag eða átt að gera það. Nú, hér hafa skollið á hamfarir, snjóflóð. Ég minnist þess að eftir snjóflóðið á Flateyri 1995 tóku Færeyingar sig til og söfnuðu fé, gátu gefið okkur leikskóla sem var reistur þar og kunnum við þeim auðvitað miklar þakkir fyrir. En það er auðvitað þannig núna, sjáðu til, að það er frekar í okkar verkahring að hjálpa öðrum sem glíma við fátækt. Við erum núna ein efnaðasta þjóð veraldar og þótt það sé því miður svo að á Íslandi gæti fátæktar,
þá vandinn enn meiri annars staðar. Og við getum lagt okkar af mörkum og eigum að gera það. Og þess vegna held ég að sé brýnt að við horfum á heimsmarkmiðin, fyrsta heimsmarkmiðið og gerum það sem í okkar valdi stendur til þess að útrýma fátækt, bæði hér heima og ekki síður út í heimi. Takk fyrir að koma til okkar hingað í HM30, Gunni. Mín ánægðin. Já, þarna sjáum við að við þurfum og eigum að hjálpa stað við að ná þessum markmiðum. Nú erum við búin að fara yfir markmið nr. 1, endum fátækt, og færum okkur þá einu skrefi fjær letihetjunni, því nú vitum við hvað við getum gert. Nú, vitum við það? Já, við getum haldið tombólu og safnað peningum og gefið til hjálparsamtaka. Já, og ef við nennum ekki alveg að standa í því, þá getum við bara smellt okkur á netið og styrkt hjálparsamtök sem vinna gegn fátækt í heiminum. Akkúrat, þetta hjálpar allt og við erum í þessu saman. Takk fyrir okkur í dag. Hlökkum til að sjá ykkur í næsta þætti.